Þegar ég byrjaði mitt nám hjá Keili, þá fann ég strax fyrir því að þetta væri dálítið óhefðbundin menntastofnun. Og stofnunin er í rauninni ekki rétta orðið yfir þetta umhverfi. Þetta er vettvangur umhverfi fyrir skapandi hugmyndir. Ég fékk það strax á tilfinninguna þegar ég steig inn fyrir veggi Keilis. Það sem ég áttaði mig fljótt á var að þetta er góður vettvangur fyrir nýjar hugmyndir og á þessum stutta tíma sem ég hef fylgst með skólanum þá hef ég orðið vitni af ýmsum nýjungum sem hafa verið fljótsettar í framkvæmd og það virðist vera stutt leið frá hugmynd að framkvæmd innan Keilis. Keilir er lítill skóli sem er kannski svolítið stór á þessu svæði. Hér er svona nokkurs konar campus tilfinning sem maður þekkir kannski frá Bandaríkjunum. Hér eru margir sem að búa alveg í næsta nágrenni, hafa flutt hingað kannski beinlínis út af skólanum og þar með verður nánd fólksins sem að býr á svæðinu líka meira. Það er stutt á milli heimilis og skóla og þeirra sem eru í skólanum og það er líka stutt í fyrirtækin sem eru á svæðinu. Eitt sem er einkennandi fyrir Keili sem ég teki eftir er að kennararnir eru beintengdir í atvinnulífinu og oftar en ekki þátttakendur í atvinnulífinu. Þetta eru ekki endilega kennarar að atvinnu, heldur þeir sem eru að starfa á þeim vettvangi sem þeir eru að kenna sem oft á tíðum stundakennara en einhverju tilvikum meira hjá Keili. Gegnum þetta fáum við enn betri tengingu við atvinnulífið. Ég áttaði mig á því að náminu loknu að slagorð Keilis, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs hitt er eiginlega beint í mark. Það er akkúrat það sem að Keilir er.